Hvenær fundur? Núna að byrja upptaka sem að verður fram að fundinum sem ég þarf að fara á með Jóni Hjalta. Hann byrja klukkan 11, væntanlega verður hann ekki meira en svona korter. En ég ætla að nota allavega þennan tíma til þess að við getum byrjað á því að koma einhverju upp í Control Expert og sem sagt opnið verkefni 2B undir efni. Bara stuttur tími í dag eða? Ég myndi halda áfram eftir að ég búinn að funda með Jóni Hjalta. Þið haldið bara áfram að vinna í verkefninu eins og þið getið og þið bara þá ræðið saman ef að þið stoppið og athugið hvort að þið getið fengið aðstoð hjá hverjum öðrum eins og við höfum gert hingað til, skiljið. Að ég hef verið að fá skjái hjá ykkur og svo framvegis, þannig að þið getið deilt skjá í þessum vonandi bara 15 mínútur sem að ég verði í burtu frá ykkur. Og við sjáum hérna að það sem sagt við notum þá sömu uppsetningu eins og við höfum verið með. Þið getið náttúrulega opnað eitthvað verkefni eða sem sagt uppsetningar skrána og farið bara í Save As loftræsti kerfi og það er það sem að ég myndi kannski prófa að gera. Ég smelli hérna á Control Expert, ræsi hann upp og hérna næ í verkefni sem að, eða í uppsetningu. Ég náð hérna í eitthvað sem hét uppsetning og ég get valið hérna til dæmis til öryggis að opna þetta með STA. Þá það allar skráð hérna STA og þá næ ég hérna í uppsetning hjá mér. Og þá ætti það að vera hérna neðarlega. Já, það er í miðunni hérna, uppsetning, það getur verið með hérna auto eða bara uppsetning hérna. Og þá er ég vantilega ekki búinn að breyta því neitt. Og þá er ég með tölvuna, sem sagt, spennugjafann og alla einingarnar á þessari skrá. Og ég get farið í að vista sem eitthvað annað verkefni. Ég ætla að skoða hérna hvort að ég er ekki með allt rétt uppsett. Hérna er spennugjafinn 2010, hliðræninning 0600, digital inngangar 1602, digital útgangar 1602. Og ég held að ég hef ekki verið búinn að vista neitt ofan í þetta. Það stendur bara hérna. Já. En ég valdi hérna bara nýtt verkefni og að setja upp XPB 0800 en ég fæ P34 2010 ekki 2020. Það er, já, ok, það kannski myndi sleppa að vera með þann örgjur á núna, sko. En við skulum bara reyna að ef að við kæmum einhvern tímann til með að tengjast við raunverulega inntöluna sem við erum með hérna á staðnum, þá myndum við bara í næsta verkefni passa okkur á því að velja 2020, skilur við. Ert þú með 2020 0320? Ég náði að breyta því, það er þarna stekan sem er fyrir ofan BMX þessi. Já, þessi, já, gastu farið í bara þetta hérna. Já, ég er með 320, já, hérna. Já, ok, þá er ég komið með rétt. Ráðast með rétt, ok, flottur. Já, það er gott. Það er gott að vita því. Og já, þetta er sem sagt, þið byrjið bara á því að hafa þessar einingar inni. Og síðan, sem sagt, já, ok. Ég get lokað hérna Protect-browserunum aðeins á milli. Hvað fann maður áttu einingarnar? Já, þú tvísmellir bara á lausu slottin hérna. Þú veist, þú ert inn í Protect-browserunum og þú tvísmellir á þennan kassa hérna. Configuration, er það ekki? Jó. Tvísmellir á hann, fær þetta hérna og svo bara tvísmellir
á viðkomandi einingu til þess að breyta henni eða á spennugjafeininguna til þess að breyta henni í 2010 og svo velur bara laust, það eru bara laus slott hérna til þess að velja í þessu. Ég ætla bara rétt að fara að færa hérna á milli, þannig að setja verkefni hérna megin svo að ég nái að gera eitthvað. Þetta kerfi sem sagt þannig að við erum með loftræstikerfi, einfalt að uppsetningu. Ég skal reyna að stækka hérna kerfismyndina svona og það getur verið loftræstikerfi líka bara borð í skipum og út í alls konar verksmiðum og allavega. Þannig að það getur verið gott fyrir ykkur að hafa farið gegnum einhver svona kerfi. Kannistu við þessi tákn sem hérna inni? Þannig að þið þekkið dælutáknin, þeir eru bara blásarar, innblástusblásari, hérna M3, svo útblástursblásari M4 eða útsóksblásari M4 og síðan höfum við spjalllokomótora, sem sagt, fyrir inntakið frá inntaksristinni hérna. Og svo eru þetta venjulega pokasíur hérna sem eru hér á leiðinni í stokknum og í sumum kerfum þá svona varma endurvinnsluhjól sem að flytur varman frá sem sagt loftinu, frá hérna rýmunum hérna og aftur yfir í og velgir aðeins upp hérna loftið sem blásið inn í kerfið. Þannig að til þess að nýta varman aðeins betur. Og stundum þetta sem sagt í sérstökum einingum bara inn í einum kassa sem sagt, þannig þar sem að þá tengjast bæði sem sagt innblásturinn og útblásturinn inn sitt hvoru megin á kassanum öðru megin og síðan hinum megin á kassanum þar sem að hérna, endurvinnsluhjólið innan í unitinu og þá báðir blásarnir inn í sama rýminu og sem sagt sömu einingunni og þannig að það allt sem sagt þetta það innblásturblásarinn, varma endurvinnsluhjólið og útsóksblásarinn sem inn í sömu einingunni og þetta eru bara þetta eru svona stóri kassar sem eru komin fyrir upp á kannski upp á lofti á stöðum eða einhvers staðar þar sem þeim komin fyrir. Þeir þurfa ekkert endilega að vera mjög stórir, þetta eru einingar sem að hægt að koma fyrir bara upp á vegg svona, og fyrir kannski lítið skrifstofuhúsnæði þá er hægt að koma fyrir svona kassa með öllum þessum innblásturblásara, útsóksblásara og jafnvel varma endurvinnslu fer eftir kannski framleiðendum hversu hægt að fara niður í stærð af búnaði með svona varma endurvinnsluhjól. En hérna við líka með forritara og þetta yfirleitt vassforritarar og svona í flestum loftræstikerfum og við þurfum að stjórna sem sagt hitanum inn á það og þeir eru kannski allavega í þessu verkefni hjá okkur þá ætlum við bara að stjórna með PE-regli fyrir rými A sem hefur óskildi 20 gráður. Og reyndar B, já reyndar þetta eru tveir reglar hérna, fyrir A og B. Það óskildi 23 gráður. Og
þannig að þá væntanlega við sjáum hvort að við náum að setja upp 2 regla og hvort að forritið ráði við það. En fyrir hitara 1 sko, að þá myndum við vera með tvístöðuregli fyrir forhitaran. Það er þessi hérna. Þetta er forhitarinn hérna hér. Þannig að hann kannski er að hita loftið frá kannski, hvað er útihiti núna, 11 gráður eða eitthvað upp í svona 18, 17, 18 gráður eitthvað slíkt. Ég gerir ráð fyrir hérna kannski frá 16 gráðum og upp í 18 gráður. Þegar að hitinn er komið niður fyrir 16 gráður, þá fari ég að setja meira vatn, opna fyrir inn á hitaran. Hann kannski er einhver smá blæðing framhjá líka, stjórnlokanum. En stjórnlokin inn á forhitaran væri í rauninni bara af á. Svo að hér væri aðeins svolítið mismunandi, þannig að þessir 2 eftirhitarar, þeir hafa svolítið að gera. Þeir eru ekki alveg fastir allan tíman, heldur aðeins eru að auka og minnka. Það er kannski ekki heppilegt að það séu mikið af því, en þeir allavega þá festast ekki stjórnlokarnir fyrir þessar hitara. Þeir hafa þá eitthvað örlítið að gera, en ekki mjög æskilegt að þeir séu að keyra fram og tilbaka mikið margsinnis á dag, sko. En það er betra að hafa þetta tiltölulega jafnt. En sko að ég var að spá í með allavega að þið gætuð sett upp á meðan ég er í burtu, þá gætuð allavega að fara að byrja á því að setja upp svona skjámynd fyrir þetta hér, allavega. Og ef við verðum búin með skjámyndina og reynda að útbúa þessi tákn hérna, það er nú yfirleitt hægt með hring og strikum og kassa og slíku, sko. Þannig að það er vel gerlegt. Þannig að það væri kannski svona fyrsta verkefnið, að byrja á því að setja upp skjámyndina. Þá myndum við fara hérna í Operator Screens hérna og fara að byggja upp það. Fara í New Screen hérna, sem bara skjár 0. Og ég lokaði bara hérna prótíðbræðsvöldnum, ég get alltaf opnað hann hérna fyrir ofan. Og þá getum við farið að velja eitthvað af þessum hlutum hérna sem við höfum. En svo ef við bara byrjum á hérna til vinstri, að þá getum við útbúið einfaldlega táknin fyrir þetta. Við höfum hérna kassa, rektangul, og við bara setja nokkrar línur inn í hann. Þess að sína þetta er hérna bara líma hérna nokkrar línur. Og sjá, kannski þurfum við að vinstri jafna þær og jafnvel að þetta er svolítið, færa kassan svolítið í burtu og þétta línunar. Það er mögulega, þá getum við bara búið til og grúppað saman eitt svona tákn fyrst og þá erum við komin með útkast, já, ég snýði þessum línum svolítið öfugt. Þá rignir hérna inn í útkastsristina. Það er kannski skemmtilega að snúa þessu öllu saman rétt á þetta svona. Og reyna að koma þessu hérna fyrir það inn í þessu hér og grúpa það svo saman. Sjá, ég ætla að sjá hvort ég get vinstri
jafna þetta hérna og koma þessu fyrir inn í þessu. Þetta þarf ekki að vera svakalega nákvæmt. Bara þetta sé það bil. Líti svona það bil svona út og síðan grúppa þetta saman. Þá ég komið með báðar copy og paste. Þá ég komið með bæði inntakið og inntaksristina og útkastsristina. Og svo bara lína á milli. Þið eru búin að átta ykkur á þessu. Þetta ekki svo svakalegt mál. Það þarf ekki að vera löng lína. Bara það skrítið hvernig erfitt að gera hana beina. Já. Því þegar maður sleppir, ok, þannig náði ég inn í beinni. Já, þegar maður sleppir sem sagt þá vill músin eitthvað færast til. Og þannig að ég ætla að taka þetta út. Og þetta stokkur, þetta tákn fyrir stokk. Fyrir lagnaðarlit. Og við búum til spjaldloku. Nú það næsta báðar spjaldlokurnar. Drifum í því. Það ekkert mál. Hérna hafið þið lærið á loftræstikerfi hérna í skólanum eða ekki? Eru þið búin með það í véltækninni? Já, það ekki búið að vera eitthvað það mikið sko. Nei, þið lærið eitthvað loftræstikerfi eða ekki? Þið hérna lærið að mæla hérna með hitamæli sem blautur eða þurr og fáið finnið út daggarmark og svoleiðis, eða ekki? Lærið á það allt saman. Og þá kannski svona praktíska hliðin, hún kannski, má segja að ég kannski bæti henni hérna við. Lærið fræðilegu hliðina meira þarna í véltækninni, þá kemur svona aðeins praktík inn í þetta. Þið eru með blásara, þið eru með varmaendurvinnsluhjól og eru með hitara og regla fyrir hitara og svoleiðis. Ég veit ekki hvert djúpt farið inn í það. En síðan bara sjáu þið, eins og ég bara teikna upp hérna línu og svo set ég bara stóran punkt. Ég kannski bara reyna að gera hérna svona hring og fyll inn í hann. Tvísmetla á hann, fer inn í drawing og set hérna in full og þá bara svart. Apply og ok. Þannig ég set þetta bara hérna inn í línuna, kannski var þetta svo löng lína, ég ekki alveg vissu það. Og hún aðeins svo löng. Ég stytta línuna aðeins. Svona og set svo punktinn inn í miðuna og þá ég komið með rosalega flott tákn hérna fyrir grúppa þetta saman náttúrulega og copy paste og þá ég komið með hérna, svo get ég náttúrulega minkað þetta í heild. Já, spjaldið kannski aðeins svo langt, þannig að ég minkað það aðeins niður hérna. Og það virðist ekki verið neinn stýring á þessu. Já, það sé ekki bara sæmilega svona. Reyni að staðsetja þetta inn í miðjum kassanum. Og mér sýnist að svona haldið áfram með þetta. Búið til rosalega flott kerfi. Setjum mótor þetta fyrir ofan. Svona aðeins að hérna sjáum hvað við getum gert í þessu. Ég ætla aðeins að skjótast yfir á fund og þá sendi ég bara upptöku inn á eftir. Ég ætla bara að hætta að taka upp núna í augnablikinu. Og þið hjálpist bara að. Eða ekki, þið getið farið að séra skjám og svoleiðis.